sæl og verið velkomin í oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 16. maí. Í dag erum við á Húsavík, fjölmennasta þéttbýli Norðurþings. Sveitarfélagið er stórt og víðfemt, í heildina búa hér 3000 manns, þar af 2400 hér á Húsavík. Ég heiti Ólafur Rún Erlendsdóttir og stýri umræðunum og með mér er Ágúst Ólafsson. Í sveitarstjórn sitja 9 fulltrúar. Í síðustu kosningu hlaut Framsókn flest atkvæði og 3 kjörna fulltrúa og þau eru meirihluta með Sjálfstæðisflokki sem fékk 2 fulltrúa. Í minnihluta eru Vinstri græn óháð með aðra 2, auk Samfylkingar og félagshyggjufólks og lista samfélagsins sem fengu 1 hvor. Og í þetta sinn tefla 6 flokkar framlistum og fulltrúar flokkanna eru mættir hér og alla til að byrja með að kynna sig. Við byrjum hjá þér, Ágúst. Já, Ágúst Sigurður Óskarsson heiti ég og skipa annað sæti á lista samfélagsins. Kjartan Páll Þórarinsson, fyrsta sæti á lista Samfylkingarinnar. Ég heiti Ómar Gunnarsson og ég er í efsta sæti á Óskalistanum. Eysteinn Heiðar Kristjánsson og ég er oddviti Framsóknarflokksins í Norðurþingi. Ég heiti Helena Eydís Ingólfsdóttir og ég er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Norðurþingi. Og ég heiti Aldey Unnar Traustadóttir og ég er oddviti V-lista velferðar. Einmitt, það er margt að ræða svo við brýnum fyrir fólki að gefa stutt og hnitmiðuð svör. Við ætlum að byrja á opinni spurningu. Hver finnst ykkur vera helstu málefnin hvað eru íbúar Norðurþings að kjósa í maí? Svo við byrjum bara þar sem við enduðum. Aldey. Já, takk fyrir þetta. V-listi velferðar vill búa íbúum Norðurþings sterkt velferðarsamfélag þar sem hagur fjölskyldunar og heilnæmt umhverfi forsenda ákvarðanatöku og forgangsröðunar. Við leggjum áherslu á ráðdeild í rekstri sveitarfélagsins og ábyrga fjármálastjórn. Við viljum vera rödd fjölskyldufólks, barna, ungmenna og þeirra sem þyngst að bera byrðarnar í samfélaginu. Þegar tímabundið kreppir að eins og nú viljum við standa vörð skólasamfélagið okkar eins og ávallt, hvort sem það er leikskóli, grunnskóli eða framhaldsskóli. Við getum ekki slegið á frest þjónustu við okkar viðkvæmusta fólk, börnin, til dæmis eins og með sundlaugina í Lundi. Við viljum halda áfram uppbyggingu leikvalla og viðhaldi eigna í sveitarfélaginu. Við tölum fyrir jafnrétti, fjölbreyttu hinseginvænu samfélagi og stöndum fyrir lýðræði þar sem allir íbúar hafa rödd. Bara eins og nafnið gefur til kynna þá leggjum við áherslu á öfluga velferðarþjónustu. Og við þurfum að taka höndum saman til að sporna við félagslegri einangrun og einmanaleika, tryggja aðgengi og þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu auk þess að tryggja íbúum aðgengi og úrræðum við hæfi. Við álitum loftslagsmálin mest knýjandi viðfangsefni okkar tíma og sjálfbær nýting náttúruauðlinda er undirstaða farsæls samfélags og atvinnulífs. Við viljum búa í sátt og samblindi við náttúruna og standa vörð hana og vera ábyrg í nýtingu auðlinda með hag og lífsgæði komandi kynslóða í huga. Og svo er það náttúrulega atvinnumálin sem er líka taka mikið pláss núna hjá okkur og við viljum halda áfram uppbyggingu iðnaðarsvæðisins á Bakka og við nýtum þann drifkraft og þá nýsköpun sem til er innan sveitarfélagsins okkur öllum til heilla. Og við viljum að hér verði skapaður frjór jarðvegur fyrir fjölbreytt atvinnulíf svo hægt verði að ráðast í frekari fjárfestingar í framtíðinni. Ómar, komdu að heyrum frá þér. Stóru málin. Já, góðan daginn. Ég held að þetta snúi svona miklu leyti það að halda rekstri sveitarfélagsins í góðum málum. Ef við grípum ekki svolítið betur í taumana þá förum við á vondan stað held ég, þannig að það er svona svolítið stóra verkefnið sem er svona sameiginlegt hjá öllum því að það er búið að vera svolítið tekjutap undanfarið en það eru miklu möguleikar og við þurfum að halda boltanum á lofti við atvinnutækifærin og reyna að koma þeim sem hraðast á og það er svona mjög eiginlega aðal kosningarefni myndi ég að segja. Helena, stóru málin fyrir ykkur? Já, stórmálin hjá okkur það eru vissulega fjármálin og atvinnumálin. Þau munu taka að mínum mati mest pláss núna í aðdraganda kosninga og við viljum bara tryggja hér séu góðar aðstæður fyrir atvinnulífi til að byggjast upp en líka bara fyrir það sem fyrir er. Og það er náttúrulega grundvöllur alls að tekjuöflunar sveitarfélagsins og svo framvegis og til þess að við getum veitt góða þjónustu, fjárfest og viðhaldið eignum. Þannig að það er svona okkar megin áherslu efni. Það er áframhaldandi uppbygging atvinnu og traust fjármál. Já. Kjartan. Já, ég held að
Sko ég held að sé samhugur hjá sveitarstjórn atvinnumálin og síðastliðin að núverandi sveitarstjórn hefur bara unnið vel að því sem ein heild ásamt stjórnsýslinu og sveitarstjóra. Þannig ég held við göngum bara í takt þar sami hvað flokki við erum. Kosningarnar snúast að mínu viti mest fjölskyldumálin, leikskólamálin og það sem að fjölskyldum snýr. Að því að við höfum fengið það er fjöldamörgt fólk flust hingað og sest að þó að það voru þækkun, en það okkar núna að halda í þetta fólk og við þurfum að nýta svona næstu 2-3 ár eins og ég setja fyrir mér í það hlúa þessum hópum og byggja upp og vera þá tilbúin fyrir næstu uppbygging sem kemur. Það er bara þannig. Eysteinn. Já, við hjá Framsóknarflokknum við trúum því og ætlum að standa fyrir uppbyggingu öflugs atvinnulífs hérna aftur. Og við ætlum að horfa til tækifærum og til að mynda þá eigum við auðlindir við Bakkahlaup í Öxarfirði þar sem hefur gerð frumathugun í gegnum félag sem við eigum aðild að en þar eru tækifæri til heilsutengdrar ferðaþjónustu þar sem að heitt jarðvatn verður nýtt, fiskeldi, stórþörungarrækt, ylrækt og þess háttar. Þarna getur skapast 30 störf. Þetta er svona dæmi tækifæri sem við erum að horfa eftir. Við ætlum einnig að stunda hagsmunagæslu því að tryggja verður á orkuframboð á Bakka. Það verður að tryggja að það verði til staðar. Við viljum einnig halda líka lofti háhitalögn á Bakkasvæði því að utan það er þetta byggja gríðarlega mikla atvinnustarfsemi. Þetta er allt saman verkefni sem í pípunum en það þarf að halda áform að halda svo á lofti. Þurfum að hafa fyrir þessu. Einnig þá viljum við horfa til ferðaþjónustunar en hún er mjög sterk, sérstaklega hér á Húsavík en við sjáum einnig tækifæri því að efla ferðaþjónustu á Austursvæðinu og til að mynda gríðarlegur hugur í samfélaginu á Raufarhöfn og það hefur aðeins staðið fyrir þrifum, það er sem sagt húsnæðis skortur til atvinnutengdrar starfsemi. Þannig að við viljum kanna fýsileika þess að byggja iðnaðarbil á Raufarhöfn og Kópaskeri eða kanna hvort það sé grundvöllur fyrir því í samfélaginu og þá erum við að horfa til samstarfs við Byggðastofnun eða jafnvel gegnum fjárfestingafélag Þingeyinga. En það þarf líka fólk til þess að fylla störfin, svo við verðum einnig með áherslu á börn, ungmenni og fjölskyldunar okkar í forgrunni. En með frekari styrkingu innviða og þjónustu, við ætlum að standa vörð öflugt frístundastarfi nýju og glæsilegu húsnæði sem að verið að byggja og tryggja sem sagt samþættingu skóla, tómstund og íþróttastarf. Það verður svolítið langt hjá þér? Já, enda skal ég þá bara fara að slúta þessu. En það eru sem sagt atvinnu, fjölskyldu og eldri borgarar ásamt áframhaldandri ábyrgur rekstri sem hefur verið mjög góður, sem sýnir sig í miklu fjárfestingum á undanförnum árum, en þær hafa komið út úr rekstri án lántöku á sama tíma og skuldir eru greiddar niður. Ágúst, ef við endum þessa yfirferð á áherslum ykkar. Já, takk fyrir það. Við í lista samfélagsins, við ætlum að huga að fjölskyldunum, við ætlum að huga að börnunum og við ætlum að huga að málefnum aldraðara. Og í bland við þetta það auðvitað atvinnulíf sem skiptir máli. Og það gleður mig mjög að heyra samhljóminn og kraftinn sem hefur verið á þessum fundi og fyrir fundum hjá okkur. En það ekki alveg búið að vera þessi kraftur síðustu 4 eða 8 ár í atvinnulífinu. Við glemdum okkur svolítið eftir að Bakkaverkefni kom á stað, PCC, og við vorum svona svolítið sofandi. En við munum öll hjálpast að breyta þessu og það búið að stíga góð skref í því og vera að vinna markvisst núna síðasta ári í þessu. Við erum með bara góða þjónustu í Norðurþingi. Við erum að hugsa bara vel börnin okkar. Við erum að hugsa vel fatlaða. Við erum alls konar og sýnum því skilning og við hjálpum fólki. Við hugsum fólk sem líður illa. Það góð þjónusta í okkur og það gott mannlíf. Það gnægt að auðlindum á svæðinu og við viljum að öllum líði vel. Við viljum bara styðja skólana, við viljum styðja stofnanir að halda áfram að vera faglega rekin og finna upp á nýjum örvandi verkefnum. Við viljum sýna ráðdeild í rekstri. Það svolítið okkar fyrsta prinsip í þessu og við viljum vera ábyrg í þeim efnum. Við viljum byggja upp gott starfsumhverfi fyrir starfsfólki okkar og notendur. Það hefur svolítið vantað á viðhald hérna í Norðurþingi
og því miður þá slatt af húsin sem leka ennþá. Við viljum huga að starfandi fyrirtækjum, sérstaklega. Við erum með mörg góð fyrirtæki, við erum með GPG og Húsavík og við erum með Kaldvík og ekki síst Silfurstjörnuna, stór og sterk fyrirtæki á Austursvæðinu. Við þurfum að huga ferðaþjónustunni. Við erum svolítið búin að vera að sparka í hana, en hún skiptir okkur núna í Norðurþingi mjög miklu máli. Það eru að koma 260.000 ferðamenn til Húsavíkur, 130.000 koma á Austursvæði eða Ásbyrgi eða þar. Við viljum sveigjanleika í leikskólunum. Við leggjum til að skráningardögum verði hætt og við leggjum til sveigjanlegt sumarleyfi og sveigjanlegar heimgreiðslur þangað til börnin verði 24 mánaða. Takk fyrir þetta. Brýnir fyrir ykkur að við höfum ekkert mjög langa tíma og nýta tíman vel og gefa okkur markviss svör. En PSC kom fyrir í þessum hring og það var högg fyrir sveitarfélagið þegar það var slökkt á vinnslu kísilversins á Bakka og nánast öllum sagt upp þar. Atvinnuleysi jókst til muna og sveitarfélagið var að tekjum. Það er enn óvissa í kringum þetta og við spyrjum ykkur þeirra spurningar að fari svo að ekki takist að ræsa þessa vinnslu á ný með haustinu eins og stefnt að vissulega. Hvert ætti viðbragð sveitarstjórnar að vera við því ef að sú mynd teiknast upp? Eysteinn, byrjum á þér. Maður náttúrulega bara vill helst ekki leiða hugan að því að þetta fari ekki á stað aftur. Við þráum það bara að þetta fara á stað aftur en viðbragð okkar snýst náttúrulega bara að því að finna frekari tækifæri. Við verum að gera það því að sókn er besta vörnin og við ætlum bara að standa fyrir það. En við höfum farið í hagræðingar þegar að ljóst var að PSC væri að fara í þessar ekstrastöðum og þær hafa bara tekist vel og rekstur sveitarfélagsins nær ágætlega utanum þetta eins og staðan er í dag. Þú minnst á tækifærin, hvar eru þau? Þau eru í áframhaldandi verkefnastjórn, við erum í viðræðum við fjölmarga aðila. Ég nefndi til dæmis Bakkahlaup í Öxarfirði áðan, þetta er allt sem að tækifæri. Það eru tækifæri í ferðaþjónustunni áfram á Austursvæðinu, þannig að við þurfum bara að vera opin fyrir því og styðja þau og lyfta þeim upp og taka á móti verkefnum bara með ábyrgum hætti. Ágúst, ef að PSC kemst ekki að stað aftur, hvað getið þið gert? Auðvitað vonum við öll að það verði ekki að því. En það er nú þegar verið að vinna að þéttleika að því að leita nýjum tækifærum. Það er verið að huga því að efla innviðina svo við getum starta nýri starfsemi. Við erum með alveg slatta góðum fyrirtækjum, eins og ég nefndi áðan, GPG, við erum með ferðaþjónustu fyrirtækin, við erum með tækifæri í ferðaþjónustunni fyrir austan. Og þetta er svona svolítið verður að vera okkar bara von í þessu að þetta gangi vel, en fyrst og fremst er það okkar að gera innviðina klára. Númer 2, að haga skattlagningu þannig að við verðum með svolítið örvandi umhverfi. Við höfum verið að hækka svolítið skatta eins og til þess á fasteignir hérna í Norðurþingi. Og það er svona verkefni okkar að reyna að gera betur í því. Takk Ágúst. Helena, ef þetta krefjandi verkefni standur fram fyrir þessu, hvernig á að bregðast við? Ég vil kannski bara byrja að taka undir með þeim Eysteini og Ágústi að öll vonum við að við þurfum ekki að standa frammi fyrir þeirri stöðu sem að vissulega væri vond bæði fyrir sveitarfélagið en líka bara fyrir íbúa hér og fyrirtæki sem að hér eru. En ég vil kannski meina að við séum farin að bregðast við ákveðin hátt nú þegar og bara við höfum alls ekki verið sofandi í atvinnumálum. Við erum það er búið að ráða verkefnastjóra núna í samstarfi við ríkið og það er mikil vinna sem er búin að eiga sér stað á undanförnum kjörtímabilum, ekkert bara núna síðustu nokkra mánuði síðan að verkefnastjóran var ráðinn. Og við erum með 6 viljayfirlýsingar og vorum að samþykkja núna á sveitarstjórnarfundi 7. viljayfirlýsinguna ef ég tel rétt. Við erum með lóðaumsóknir, við erum búin að samþykkja að veita afslátt af lóðum út á Bakka til þess að liðka fyrir, en svo margt sem er ekki í okkar höndum í þessu samhengi og sem snýr þá bara að
til að mynda Landsvirkjun sem er raforkusölu aðilinn sem að fyrirtæki þurfa að ná samningum við. Það er eitthvað sem að við ráðum ekki við. En ég vil meina það að við séum farin að bregðast við bara með aktífri vinnu og erum bara búin að vera í henni lengi. En mér langar líka að bæta örstuttu við varðandi atvinnumálin og því sem kom fram í kynningunni að við megum ekki gleyma því að þó að við stöndum frammi fyrir þessari erfiðu áskorun að þá hefur margt gott gerst í atvinnulífinu til að mynda milljarða uppbyggingi fiskeldi í Öxarfirði og Kelduhverfi. Kjartan, það er eins og Helena segir, þetta er kannski ekki allt saman í ykkar höndum en hvað getið þið gert? Nei, ég held að sveitarstjórn öll og ríkisstjórnin hafi brugðist vel við þegar að það var gripið fljótt til þess að ráða verkefnisstjóra sem að hefur unnið hratt og vel, þannig að ég held að mörg önnur sveitarfélög myndu öfunda okkar af þeirri stöðu sem við erum í núna. Við erum með fjöldamörg fyrirtæki sem nú þegar hafa lýst yfir áhuga á að opna starfsemi út á Bakka og nú ef svo fer að PCC opnar ekki aftur, þá ætti að losna ákveðna raforku sem þeir eru með skuldbundna, þannig að við ættum að geta brugðist nokkuð fljótt við, en það er alltaf einhver meðgöngutími, þannig að ég held að við verðum alltaf að horfa stöðu við það, við erum að horfa á kannski 2 ári í einhvers konar starttíma á næsta verkefni. Aldey, hvað segir þið í ykkar lista? Herðu, já takk, við erum það er eins og Helena kom inn á einn áðan, það er, og Kjartan, það er helling sem við erum búin að vera að gera og við erum búin að vera að vinna núna í að greiða leiðir annara fyrirtækja og ná utanum það sem er í gangi, þannig að viðbragðið okkar, ef PCC lokar, sem við vonum náttúrulega verði ekki, er komið í gang og við þurfum líka að, það sem má ekki gleymast, að við erum að styðja við þau fyrirtæki sem eru nú þegar að það er fullt af flottum fyrirtækjum og sambandi eins og við verktakana okkar sem eru við þurfum að passa að það sé vera að nota verktakana sem eru staðsettir í sveitarfélaginu okkar. Það sem er líka mikilvægt kannski að við lærum að þessa reynslunni með þetta er að við þurfum að vera líka að passa upp á að hleypa litlum fyrirtækjum að og muna að þau skipta máli líka. Þetta snýst ekki bara að vera með eitthvað eitt stórt fyrirtæki, að því við erum líka búin að sjá hvað getur gerst þegar það eitthvað kemur upp á þar. Þannig að já, bara læra af reynslunni og halda áfram. Ómar, það er auðvitað að vera síðastur í svona umræðu en ertu nokkurn veginn á sama báti og þau hinn hérna? Já, það má nú segja það. Þetta er auðvitað allt komið fram eiginlega, allar mögulegar reddingar, en þetta er að þanga til að nýtt tækifæri eða nýr tekjustofn kemur, þá þurfum við að sýna aðhaldi í rekstri og það er bara stóra verkefni eins og ég kom inn á í upphafi að við þurfum að finna nýja tekjulind og nýja tekjulindir ef að þetta fer ekki af stað en við þurfum áfram að reyna það líka þó að þetta færi af stað, þannig að það er allt komið í góðan farveg og við vonum bara það besta. Má ég aðeins bæta við þetta? Örstuð bara, ég held að þetta eins og að komið að sína áðan, við þurfum líka að horfa samhliða því að byggja upp atvinnutækifæri en að þetta séu nokkrar ólíka stóðir. Við höfum svolítið gegnum tíðin að vera að treysta svona á eina stóð og svo þegar önnur er að brestur, vegna ytri aðstæðna, að þá verðum við svo fallvöld. Við þurfum að reyna að vera með nokkrar ólíka stóðir þegar stendur með Bakka. Okkur langar að reyna að koma nokkrum málum að í viðbót. Ég bið ykkur næstum því að líta á þess aðeins á hraðaspurningu, bara 1-2 setningar, sumum íbúum Norðurþings utan Húsavíkur hefur í gegnum tíðina þótt sveitarstjórn sína minni byggðum ákveðið tómlæti. Ég nefni Kópasker, Raufarhöfn, Öxarfjörð, Kelduhverfi. Skólum hefur verið lokað og þarna eru brothættar byggðir sem hafa áhyggjur af viðvarandi fólksfækkun. Í stuttu máli, hvað viljið þið gera til að auka lífsgæði þessara íbúa Norðurþings? Ómar, þú farð að byrja núna. Já, takk fyrir það. Það sem að ég tel að þurfa að gera til þess að, það er kannski ekki rétt að hafi ekki verið sinnt, en ég tel mjög mikilvægt að það sé fólk sem að býr á svæðinu, sem komi að stjórnmálum og það er einnig okkar framlag í óskalistanum. Við erum að reyna að koma röddum sem eru utan þéttbýlisins að borðinu. Aldey, aðstoð svarið þessu? Ég ætla líka að taka undir, ég er pínu ósammála því að við sem ekki búin að sinna þessu. Það er bæði búið að vera á listanum, hjá VAF-listanum er búið að vera fólk sem er á Austursvæðinu að hinga til. En við þurfum bara að halda áfram, eins og vinnunni okkar við brothættarbyggðir, við þurfum að halda áfram að vinna verkefnin til að fá pening inn á svæðið og það er bara mikill hugur í mörgu fólki þarna og við þurfum að halda áfram að styðja við það. Kjartan?
Ég held að sjálfur rétt, það áskorun að halda saman svona víðfermu sveitafélagi og sérstaklega þegar að stærsti byggðakjarnarnir eru öðrum endanum. Þannig að við þurfum að horfast í augu við það að við þurfum að ná betur saman og til dæmis hafa verið nefndar ákveðnar hugmyndir að fækka sveitarstjórnarfulltrúum úr 9 niður í 7 frá ákveðnum listum og bara nefndar hinnar sparnaðartölu þar á móti. Ég svona ósammála því, ég heldur þurftum allan að þá bregðast við með að efla hverfisráð annað eins, þannig ekki líta á þessum beina sparnað, heldur þá að horfa til einhvers konar eflingu á hverfisráðum með slíku. Helena, það ákall til sveitarstjórna þarna úr þeim sem búa austan við ykkur á Húsavík. Já, ég get ekki alveg tekið undir það að við höfum verið að sýna þessum svæðum tómlæti og til að mynda hefur sveitarstjórn okkar verið afbragðs verið til mikilvæg fyrirmyndar ætla að segja með þetta. Hún hefur unnið mjög mikið fyrir austan og sömuleiðis eru nokkur reglulegar og tíðar ferðir annarra starfsmanna. Við kjörnir fulltrúar eigum líka oft leiðum svæðið en stundum erum við í ákveðnum erindagjörðum, við erum að fara á tiltekna fundi eða eitthvað slíkt og það er ekkert endilega á allra vitorði að við séum á staðnum. Þannig að við komum mun oftar kannski heldur en að er auglýst eða upplýstum. Og ég til dæmis sjálf kom þó nokkuð ofta þessu kjörtíðanbili til Raufarhafnar vegna lokunar á skólanum, bara svona til að nefna dæmi. En ég hef líka verið að tala fyrir auknu fjármagni eins og inn í brotandi byggðaverkefni því að mér finnst það fjármagn sem skammtað í það verkefni núna takmarkað og það þyrfti meira til þess að þau verkefni sem koma þar inn gætu náð meira og betra flugi. Ágúst, hvað segir þú með brotandi byggðirnar? Verið að gera nóg? Það má alltaf gera betur. Og það auðvitað þannig að við erum, þetta svona í Norðurþingi nokkuð svona birtingamynd, kannski bara stefnu stjórnvalda síðustu ára. Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og þau í Samfylkingunni, þau hafa ekkert rosalega mikinn áhuga á þessu. Við viljum sem sagt breyta þessu kerfi til með hverfisráða. Okkur finnst margir fundir gerðir sem kosta okkur og það ekki að skila neinum árangri. Við þurfum að tala meira við fólkið. Fólkið þarna upplifir að það sé ekki verið að tala við sig. Og það breytir engu þó að sveitarstjóran sé að fara eina ferð. Það enginn sem að kaupir í matinn fyrir það. Við þurfum fleiri og betri störf á svæðið. Eysteinn, nú tíminn að löpa frá okkur. Já, ég skal reyna að vera stuttur. Þannig að það búið að koma bara býsna vel inn á þetta og ég ætla að taka undir það að tómlæti ekki til staðar, alls ekki. Og núna bara á þessu kjörtímabili hafa verið fulltrúar af svæðinu í nefndum og ráðum. Og þannig að það er þannig. En ég tek undir það, við þurfum að endurskoða fyrirkomulag hverfisráðs. Það hefur ekki lukkast alveg nógu vel og við þurfum að auka þetta samtalið, að finna einhvern flöt eins og Ágúst bendir á fólk upplifir að það sé ekki verið að hlusta nægilega á það. Við þurfum að finna einhverja leið til þess að ná öflugra samtali. Já, takk fyrir þetta. Þá það loka spurning. Það spurning að þið gefið kjósendum stutt og skýrt svar. Fáið meirihluta í sveitarstjórn, með hvaða flokkum viljið þið starfa og viljið þið sjálf vera sveitarstjórar? Örstutt. Þetta næstu já og nei. Ég held að þetta sé frekar að þið viljið ekki að ég verið sveitarstjóri. Ég ætla ekki að bjóða upp á það. Einhver óskaflokkur að starfa með? Við náttúrulega bara göngum óbundið til kosninga. Það bara eina sem við gerum kröfu á til þess að þetta verið myndað meirihluti með hóp sem að gerir sér grein fyrir því að Norðurþing verður ekki byggð upp með upprópunum, neikvæðni eða niðurrifi. Hún verður byggð upp með stöður í vinnu sveitarstjórnar að ábyrgum ákvörðunum það sem skapar aðstæða fyrir ný Helena, nú hann búinn þar og löngu svarið, sko. Já, og bara komin inn í tíma minni eða? Já. Einhver óskar samstarf, Helena, og viltu vera sveitarstjóri? Nei, ég vil ekki vera sveitarstjóri. Allavega ekki núna, kannski vil ég ekkert seinna en ég ætla ekki að ákveða það hér og nú. En við göngum óbundin til kosninga og við höfum á undanförnum árum starfað með 3 framboðum af 5 sem eru í framboði með okkur til sveitarstjórna. Þannig að ég held að við getum í rauninni unni með öllum framboðum en óskastaðan 2 flokka samstarf. Ágúst, örstutt. Já, við göngum óbundin, við viljum gjarnan axla ábyrgð, við viljum taka þátt í starfinu. Við ætlum að ráða næst verður ráðinn faglegu bæjarstjóri og við munum auglýsa og ráða hæfasta fólkið. Það það sem að við í lista samfélagsins viljum. Já, við göngum bara óbundin til kosninga en við erum tilbúin að vita þessu forystu. Það bara hannig, við erum að bjóða fram til þess að leiða hérna. Ómar, viltu vera sveitarstjóri?
Ég vil ekki vera sveitarstjóri, ekki svona að svo stöddu, en við göngum líka óbundið til kosninga og við erum að bjóða fram í fyrsta skipti og þetta er bara algjörlega nýtt framboð og þar af leiðandi er allt opið. Aldrei? Já, voðalega erum við boringa eitthvað, enginn til að gefa neins svör. Herðu, ég er bara eins og þau, ég er til í alls konar og ef við getum fundið einhvern sameiginlegan grundvöll þá bara er ég til í að skoða það, en ég vil alls ekki verða sveitarstjóri sjálf. Takk. Þá komumst við ekki lengra í Norðurþingi. Við þakkum fulltrúum flokkana fyrir komuna. Verið sæl.